Slagsmál áttu sér stað út allan bæ án teljandi meiðsla. Hér fyrir utan kaffi Austurstræti tókust tveir gestir staðarins á, en heimildir fréttastofu herma. Já, hirð keisarans mætt og Lalli lét lögguna heyra það. Það þurfa alltaf tveir að deila. Tveir að deila. Þegar deila jöfnu, það startar ekki. Þegar ójöfnu, það var svo lítilslega sem það er stóra. Og svo á fólk að fara vel með sig. Númer 1, 2 og 3 að hata engan, nema þá sjálfan sig. En það er fyrir ekki. Eitthvað hef ég heyrt talað það var stolið utanborðsmátur og það var Johnson og það var bara nefndur eftir því. Lárus Johnson með meiru. Hann ágætur maður, fín karl. Það er búið að skipta skrá eða eitthvað? Hann er bara svo léttur á því, mann eiginlega fattar ekki beint sko, hvernig hann getur komið fram. Er ekki allt í lagi með okkur? Gefa senastu peningana og vera allt í lagi sko. Senastu sígarettan, hann getur gefið senastu sígarettana sko. Það er misjöld saga sem hefði farið á honum, hann er eins og hann er bara. Saman byrja eiginlega þannig, ég fæðist 12. september á Ísafirði 1951. Og við vorum 5 systkini, ég var næstæðstur. Að sjá pappa sjaldan og hann var alltaf á sjónum. Ég var 8, þá sagði hann, ég águr ekki og fór suður. Ég man þetta mjög vel vegna þess að þetta var algjör bullshit og þvæla, algjör. Svo fluttum við í bæinn og mamma fekk vinnu við að þrífa hús og svo fórum við á flakk. Við bjókum stundum í ættingjum. Það er búið að dæmi í þessu og hérna skal ég segja ég var dómarinn, ég skildi dómarinn alveg með opið munnin bara og hann gafti bara yfir því ég held ræðina þegar ég fór úr héraðsdómi. Ég skrifaði rosalega góða ræðu sko. Ég fæ engan dóm í þessu, verður ekki dæmt í þessu máli. Þannig að ég sem sagt get losnað núna eftir 9 daga. Eftir hana. Taka hérna númer. Það er svona þakkaði sem verðna. Reyna nú að hringja í þetta sko, allan að
fyrir hádegi og ná í hann. Og hérna láta hann borga mér. Hann á að borga mér. Ég á peninga sem hann geymir fyrir mig. Sjálfsagt eru það með einhverja afsakanir. Það fylgir að lofa að sækja mig og það lofar verður hann að einhvern veginn að efna. En sé bara hvernig karakter þetta eru. En hann á sjálfsagt vont með að slá út 20 skall, þannig að hann skal fá að gera það í dag. Ég fæ oft mitt fram. Ég ætla náttúrulega ekki að fara að leggjast í að þamba og fara á næsta bar eða eitthvað. Ég ætla allavega að reyna, ég er ekkert komið með eitt fast ennþá og bara, sem sagt, hann að þegar maður kemur að raunna þá, það er ekkert fast. Þú eini sem var settur fyrir þetta? Nei, svo, þú veist, Binni og Einar, þeir áfríðu, sko, veistu, þeir losnaði. Ég veit eins og núna, hvernig var það einhvern tímann í vikunum síðust og ég man það ekki alveg, sko. Fyrir 2-3 dögum síðan, sko. Þá var hann flengruglaður hann á Keisara, sko. Gaf hann smá reysingu kallinn hann. Það ekki? Já. Eitthvað. Hvað er þetta? Þessu hérna. Hvað er það? Það var Rítalín. Rítalín. Svo fórum við brugguðum á Rustan og búið í 10 daga. Það var svo sterkt maður og ég var útudrugnir. Og fangarinn, þú veist, þið bara leyfaði að vera bara á ganginum og þú bara, þú veist, þessi 6 mánuðir liðið svona. Svo sagði bara fangarinn þegar góði nótt. Gastu sofna? Ég sagði, já, maður séfur alveg svo engill með samviskænilega. Ekki málið. En hvernig í anskotunum fóruð það á því að drekka ykkur fulla? Við vorum búin að brugga, lögðu bara í. Bara sykur og ger og alla græðir. Nota bara í brauðið, þú veist. Hún sitt í fangelsi, menn þá var bara, þarna var pípa, þarna var hassið, þarna var spýttið og... Ég verið að fara svona í afmöndinu eða eitthvað? Já, bara svona smá kvíld, sko. Maður er búinn að vera á djamminu. Er eitthvað skeið í Reykjavík? Já, ef maður leitar eftir í. Ef maður fer á Keisarann eða eitthvað svoleiðis. Ok, minn. Blessaður. Það var gott unnur. Er ekki hötti hérna? Er hötti nokkuð hérna? Alveg í síma eins og skot, en brjálaður Jónsson hérna. Ekki að hlusta hana. Fúks ég að hlusta hana. Heyrðu, segur það að ég hef komist í bæinn, samt lofaði hann með að sækja mig, en hérna ég er að fara niður á Keisara og allavega segja hann að hringja þangað fyrir hádegi. Þú ert á lífi. Það er lengi liður í gömlu klæðum. Sæl og blessuð. Ekki taka blöðum, mamma á það. Ekkert. Heyrðu, það búið að hringja og spyrja eftir hérna. Andi! Hefur að fá henni að konu? Þetta það séu lærið þarna fyrir austan að byrja að drekka lengur hvað til Reykjavíkur. 10 dagar. Þetta er á morgun. Nei, ég er 3 dagur. Þetta er Toppi. Ekki? Þú duttir mér ekki enn og svo, já, pú, því lík svipla maður. Smakkar svefna síðan þetta? Já, já. Voru ekki góðir? Já, það er það voru fínir, já. Hann er alltaf að koma með 20 skall, hann borgar mér. Hvað? Þetta er gans. Hann segir það. Hann skuldar mér 2000 og bara hann skuldar mér 2000 skall og það bara hvarf hann. Ég hef ekki séð hann, í ála mánuð. Hei, hvernig? Þið opnuðu liðið í morgun.
var vel aldir hérna fyrir austan. Hvað er það sem fara að dópa bæ? Eins og einhvern tíma sagði Elín hérna, ég er að fara austur og heimsækja mömmu. En mamma er fyrir austan bara. Heiðu, ég hringi þig. Takk fyrir mig. Svo auðvitað viðkomið. Já. Þetta er svolítið fólkið þetta lítur náttúrulega vel út. Ég ætlaði að biðja hann að gefa mig verkefnarnar svo ég er búinn að borða þetta henni. Heyrðu, setjum hérna gifsafótinn. Það er búið að gefa eina bók út sem var gefin út 1996. Hvað? Hún er svona frægt fólk. Hvað er út af? Mynd af mér. Já. Það er með ítalskan hatt af Hannibali Valdimannssyni, hittir. Og hvað finnst það hann? Hann gaf mér hana sjálfur. Aha. Og hvað? Ég hef ekki eins og lesið þessa bók. Veit það bara að mynda með þar. Er þetta fín mynd af þér? Ég er alltaf, já. Jú. Ég myndi þetta alveg, það er ekki neginn félumynd, sko. Það gengur út á það að taka úr beininu. Já. Þannig að álagsöxullinn verði meira hérna megin. Já. Og það beygja fótinn að svona. Já. Ég kom út 80.000 krónur og þetta við rútuna á. Og þá var maður að bjarga sína eigin skinni, það. Á Litla-Hrauni. Og þeirna. Núna er það að labba hérna á Borgarspítalann, það tekur 20 mínútur.
hvers konar djöfus ég síka þetta. Ef þú myndir skrifa vottorð, ég hef búinn að tala við þá, sko. Það hlýtur auðvitað að bjarga því. En þetta, sko, segja þér, sko, sem sagt örorkulífeyri, sko. Þetta segja þér, sko, að ég hafa með mér, sko. Ég þarf bara að fylla þetta sem þú bara að... Ég á náttúrulega að fylla þetta, ekki það. Já, ekki fyrirgjöf. En af hverju hættur á sjúkradagpenningunum? Sko, ég mátti ekki vera þann inni vegna þess að ég var á 2 og 1 á viku. Var allan tíma á 2 og 1 og ég var að lifa á því. En þegar þú kemur út? Svo þegar ég kom út á bara, þú veist, allir þeirra sjá mig á hana, sem sagt í skógalíð, þau hafa svikið allt frá A til Ö. Ég segi svona með hann, heyrðu, það er ekki þér að þakka að ég sé hérna niður á Hótel Lind. Það var Brynjólfur Jónsson vinur sem gerði það. Ég er mikið hann að koma þetta góðu lækni, akkur nenni hann að tala svona í kringu því. Vegna þess að hann þekkir mína sjúkrasögur. Svo náttúrulega, þú veist, reynir að vera sjálfstæður. Sumir bara, sko, leiðu koma út á Litla-Hraun, þá fara þær á ræna aftur. Ég er nú ekki eins og múin að styrja einustu krónu. Og er nú að bæta mitt líf til þess að vera... Má sjá þessu pappirinn. Að bæta lífið mitt til þess að finnst betra heldur en ekki að vera búin að vera á Litla-Hraun. Ég hef búin að fá nóg að því. Ég ætlaði nú að spyrja hvað er rétt maður hefði samband við sjúkradagpeninga. Nei, aftur í tíman. En nú hafa menn fengið það. Já, nei, ekki sem að vera í fangelsi, kannski sem... Ég veit eitt sem var á skíðum. Og hann, labbaði bara hann í Tryggingastofnun ríkisins og talaði við einhver yfirmenn þar og... Já. Er enginn yfirmaður sem hefur talað við hana? Nú er þannig, sko, að ég á þvott niður á Hótel Lind, sko, sem kostar 500 kall. En get ég ekki náð í neitt núna? Er sem sagt... á maður enga rétt. 5.560 er það, skuldin. Já. Allt í lagi. Ókei. Jæja, þá var hann að fara með þessu hóteli og ekki fekk maður fötin sín. Og allan náði þessu jakka manni sem skuldaði mér. Þetta er einu fötin sem maður er í. Eitt er einu hótelinu þá og þessi skuld hérna. Þannig nú það. Ég var ekki fyrir það að ég þetta annar maður á góðan stað og ég var ekki eins slasaður á heili. Það bara verður í nótt. Það er nú alveg óvíst hvað það verður. Annars vonar maður einhverjum að eiga einn smá vin sem aunkar sér yfir mann að maður verði ekki á götunni, sko. Og maður sé nú óstaðsettur í hús. Það vonar maður besta að maður verði ekki á götunni. En maður vonar alltaf að það styttir upp síðir. Ég hef búinn að vera á flakki í 3 ár. Þá vinnur mamma allt í einu stóra vinningi í Hafnarfirði háskóla. Þau spilavíklar. Veistu það? Þá keyptum sér íbúð og fluttum undir hennar. Það var rosa gaman. Kápar og indjánar og ég, Buffalo Bill, frá A til Ö. Hold it! Stígna, bang! Og áður ég vissi að var Johnson búinn að koma sér í vandræði. Bara fyrir einhvað smottir í. En svona er þetta nú. Svo ég var sendur í sveit á Reykjalíð, Jaðar, 14 ára, þá strauk ég á Breiðavík. 22 það og var að vinna í fiski í Vestmannaeyjum. Svo vaknaði ég allt í einu upp við það að Helgafelli var að gjósa. Þetta er 5000 ára svefn og Johnson á svæðinu. Nóttina fóru öll skip í land og flestir eyjasteinar. Ég gerðist sjálfboðaliði. Það flugu í bæinn með herþyrlu frá Keflavíkurflugvelli. Það héldu allir í Reykjavík að ég væri Vestmannaeyingur.
Allir skólar fullir af eyjarskeggjum og hvergi pláss að fá. Heyrðu stúlkur. Og mér bara komið fyrir á Hótel Esju. Ég held að hafa gleymt mér. Ég var á hótelinu meira en mánuð. Jæja. Þá ertu nú komin hérna. Lifið svo greifi frá hættilega. Það kom það? Hæ? Í dýragarðinn? Núna? Stuttu síðar Björnsson kominn í sjóherinn á varðskipið Þór og kominn í stríð við Eyrníka. Nema það að ég hætti í gæslunni og kynntist frægasta innbrotsþjóf landsins. Blöðin kölluðu hann náttúra og gerðu mikið úr honum. Hann læddist á nóttinni, lifði eins og köttur og skildi aldrei eftir í slóð og rændi ríka fólkið á meðan það svaf. Þá byrjaði eitthvað ballið og þá kynntist ég nýjunni í fyrst skipti. Síðan hef ég margoft heimsótt hana og þekki starfsfólki og flesta gestina. Johnson maður. Já. Long time. Long time no see. Nema hvað að það var ball á borginni og einhver læti nema það að löggan mætti á sveiði. Þá sá ég lögregluþjón ráðast á systir náttúra. Mér ópuði þetta náttúrulega og gaf lögreglumannum á kjafti. Johnson var bara á enda dömuna, skilju. Meja og algjör séntilmaður frá A til Ö. Hérna var það sko, þessi mikli merkistafur. Allur hópurinn var handtekinn og farið með hann á stöð. Náttúrulega losnaði þetta daginn eftir, en ég var ákjæninn við að ráðast á lögreglumann. Hann kom svo á nóttina, klifraði upp á þakið og sagaði svo rimlan á gluggann. Þetta er glugginn og frelsaði okkur út. Og ég stökk hérna niður. Já, 2 mínútum seinna voru við börstaðir í miðjum snókar. Og settir í gæslu. Ég fekk 6 mánuði fyrir róttæki og flótta. Þá var ég sendur á Hraunið í fyrsta skipti. Þetta er dýragarðurinn. Þetta er dýragarður. Hvað viltu vita núna? Eðlið. Ætli það sé ekki mjög svipað eðlið með dýrum og mönnum. Eitt veit ég vann í dýragarði í Kaupmannahöfn. Þá pröfaði ég að horfast í augu við ljónið. Það var brjálað. Það klikkaði ekki. Það þakkaði mikið fyrir rimlarna sem voru milli. Þá fattaði ég það að við erum alveg eins, dýrin og menninir að því leyti. Að horfast í augu, það er fyrsta merki árás. Það kenndi mér alveg helling bara það ef mér langar í slagsmál, þá þarf ég ekki að stara lengi á sama manninn og enda með því að hann kemur til mín og segir hvað ertu að glápa helvíti? Það er hérna ég verið að tala við. Þetta er staðurinn, pröfa það sjálf. Ok, glasi hérna, Cigarette 77. Fæ ég enn lána því að borga á mánudag. Það fæ ég einhver öðra. Ætli maður verði ekki að vorkenna þér, Valli? Já, maður lítur að skjóta svolítið skökku við. Að kvíða fyrir að losna. Því að þegar maður veit það að maður hefur ekki nein hús að venda, þarf að vera upp á aðra komi, maður á ekki peninga, þá er maður kvíðinn. Maður er skítræddur að gera ykkur vitleysu og lenda aftur í sömu helvítis húpunni. Lalli, hann er oft búinn að lenda í þessu.
Ég veit ekki til þess að hann hafi haft út af nokkuð tíma þegar hann losnaði, nema hjá vinum. Og þessir vinir, þeir geta sparkað honum út hvenær sem er. Já. Það var einu sinni maður sem kom hérna inn á barinn. Ég segi við hann, hvaðan ertu? Þá segir hann, ég er frá Stóra-Hrauni. Þá sagði ég, það er skrítið, hér eru flestir frá Litla-Hrauni. Já, já. Nei, þetta er kominn. Nei. Lesa. Hann hafa með könnu. Það ekki? Jú, ég er að fá peningarlega bráðum. Ég fá ekki bara hjá prestinum næstu viku, þessari viku. Já. Stendur ekki á því. Það vona að vera ykkur uppbark og ekki smáara. Nei, annað ekki var Ragnar. Ég keypti mat í poka. Keyptir þú? Já, hann fór við bónus, búinn að tala við prestinn. Nú líst mér vel á það. Við Lárus búum saman núna. Lalli býr hjá Ragnar Hauksson sem endur hann nær og nú er hann búinn að kaupa í búi og ég er stoltur af stráknum. Ég talaði við prestinn. Talaði við prestinn, já. Ekki málið. Eitthvað verður að lifa á. Ég kynntist Magnús Einarssoni þegar ég var 12, 13 og 14 ára og þá var hann sköllóttur undir bílvegs. Og mér hefur þótt vænt hann æ síðan. En það er gagvað. Yeah. Yes. Þú átt sígarettur sjálfur ljósmyndari. Sjáðu, þetta er góður bíl. Nei, loka. Þetta er kallað að vera tækifæri sinni en ekki hjól. Þetta er atriði að vera til. Þá er ekki þetta ef þú skipt á einu. Gangið vel, Alli. Passa að lenda ekki inni. Já, ég er inni við rösta. Það er minn. Ég hef einu sinni farið í þetta hús, annað skipti núna og þá var það að ég labbaði upp á vitlausar skrifstofur og þar, sagði rittarinn mér að fara upp og þú veist, hann sagði ekki beint, farðu upp á rændu, farðu upp og fyndu vél. Og hann hleypti mér að sínum dyrum til þess að taka það sem mér ekki bar, heldur nákvæmlega það sem ég myndi finna. Hvað fannst þér? Veskið Hvers? Davíð Oddssonar. Það er borgarstjórnin. Það gera neitt þetta. Og ég átti í basli við kerfið því ég brotnaði og var svona að vinna, fyrirtæki viðurkenndi mig ekki. Ég átti annar maður að detta heldur en ég. Og ég var einhvern tímann búinn að reyna að hringja hérna og ræða við hana en ég þekki hana síðan og var bara, þú veist, ung og hún er ennþá ung og sæt og allt það. En þú veist, málið var það að ef ég myndi leggja mína sögu, ég hef margt lagt á lífsleiðinni. Er þetta ekki húsnæðismál aðalega? Jú,
og hvað fleira sem þetta er bara húsnæðismál, en þeir bjóða mér allt, sko, þú veist að ég komst á örorku út af þessu, en þeir eru ekki tilbúin að henda þeim bara í mig og núna frá, sem sagt, 21. Rúnar! Rúnar! Hvað er bókin sem þú ætlar að árita mér? Ég er nú farin að segja að vera í mál við þig núna. Það tók svo gamalt sár. Hægjum. Já, ég er bara með vinkonunnar. Hvað er hérna að senda um ekki eindag? Mikið að gera með lefum og búið okkur lefi. Ég kemði til þín. Hvað ertu núna? Nú ég er óstaðsettur í hús. Óstaðsettur í hús. Já, ertu ekki í bænum alltaf núna? Jú. Næst ég með myndavélatöskuna, séð í bænum, þá er ég með eintak handa þér. Já. Þetta er ekki framtíðin, en þetta getur verið allavega þess valdandi að þú verður eitthvað öðruvísi heldur en átt ekki að vera. Það var það nú að ég var búinn að sækja vitri en ég svaf yfir mig, en ég ætlaði hann að fá að tala við borgarstjórann sjálfan. Já, Lárus Björn Svávason heiti ég. Var búinn að tala með hann þig. En hérna var ekki lagi bara að ég myndi tala við hann þá 30. Fengi að vita að hann kæmi þá til landsins. Já, það. Ég veit að það er mikið að gera hjá okkur, en já, gott ég kæmist á núna því að, flott mál, þá bara tala ég við hana sjálfa. Já, það er mjög gott. Það höfum við það þannig. Það kann að kærlega við þig. Bless. Þetta var alveg djólið, sko. Dósin tilbúið við næsta fíkil. Ég þýsti með mig að vera ekkert að hasmaða. Já, maður á ekki að gera það. Nei, það er ekkert. En maður á ekki að flýta með eldbítum. Ekki heldur. Það ringja það. Það eru hjásöfurnar. Lárus. Hvernig var kynlífið hjá okkur öllum þreymur fyrir austan? Svo hérna skal ég segja tala yfir borgarstjórann í gær. Ég gat beðið í ár eftir ég fengi íbúð hjá þeim. Þannig að ég hef staðið í basli, svo fór ég nú og talaði hérna við á Rauða krossinum. Þeir halda fötunum enn, þá halda ég heils 500 skall. Nei, Tryggingastofnun ríkisins ætla að borga það þegar og fara í þessi hlunnindi hjá. Dalli, hvað er það að höra? Á lögreglustöðum að hitta einhvern Tedda. Hvað gerðu það við núna? Það er einhverju músagildru sem einhver ostu var ekki eins og líf. Varstu í músagildru? Já, þetta er 0,1 fíknir með lögreglunum, 0,6 grömm, sem ég á ekkert í. Sólbaðstofuræningi sem á hann það. Hvað var það? Litla-Hrauni. Hvað geta þið gert? Ekkert. Hvað er dómurinn við þessu? Þeir ætla nú einan að hafa 4 til 6 mánuði. Fyrir 0,6? Já. Já. Bara dæma hann og hafa hann á Litla-Hrauni, sko. Og ég fann músagildurna á. Spennt hann upp og þá sögðu þeir í garðinum á B-gangi að það hefði verið 0,6 rétt hjá músagildurna. Hann sagði að ég ekki tvitta neitt um það. Var þetta fíknarnamús sem það ná í? Ég sagði að þetta hefði verið bara leika með gildurna og hann þólaði ekki að ég haldi mig við sömu skýrslu.
Trúir þessu? Góðan daginn. Ég er að tala við Tedda. Lalli Jóns. Já. Farðu Snorrabrautarmegin. Snorrabrautarmegin? Bíður eftir þér. Ok. Góðan daginn. Hvernig ertu með þér? Þetta er hérna kvikmyndamaður. Já. Það er nú kannski vont að fá þenni þessa deild hérna. Já, það er ekki leyfilegur hérna inn. Hann getur beðið fyrir utan bara. Já. Já, meðan við ræðum málin. Já. Já. Ef hann gerði heimildarmyndu þig? Já, engin hringnaði. Þá lokum við bara. Takk fyrir. Það voru ásaka mig það að ég hefði átt fíkniefni sem ég átti að taka á mig með hvað hætti, með alls konar hætti, bæði að ég var að smygla þeim og svo var ég að koma þessu yfir í í gluggakistuna, felustöð, sem ég er algjörlega blásöglas af. Það voru 4 mál, ég var að mynda að tala um það við þig. Þessi 4 mál, þú tekið eftir þegar þú mættir ekki hérna, en það skeði ekkert. Þannig að ég fæ eitthvað dóm fyrir, svo hringdi ég lögfræðinginn daginn, þá sagði hann mig, blessaðan og ekkert af hann inn á okkur, þú átt bara þessa 4,5 mánuði á þér og svo bara búinn. Eða þá getur farið í meðferð á 2/3 og þá bara í 10 daga, sko. En þá er það að lausa allra mála, sko. Sjáðu sólinn, hann er kominn. Það skildi þá ekki vera. Heyrðu, Siggi, viltu gá hvað ég hef gleymt biblíunni inni? Nei, hún er ekki hérna. Ég gleymdi biblíunni. Þú ert að ná í hana. Og það, ég má ekki vera eitthvað, ég er búinn að tala við borgarstjórann og ekki hérna, segir hann nefn bara já og amen. Og þó að séu kosningunum nánd, þá myndi ég ekki fá húsnæði. Maður er alltaf að byrja upp úr nýtt, frá 0 og upp í 10, sko, eða 8. Kjæstadelir með við 8. Þakkaði fyrir ekkert minn. Heyrðu, var ekki biblía þarna? Þetta er deymara fyrir þá til kemur að. Heyrðu, Sigurður Steindórsson, þú mátt nú ekki hugsa svona menn koma alltaf aftur og aftur. En heyrðu, hérna, ætlar að senda mér biblíuna. Getur þú sendt hann í dag? Niður í fangelsismálastofnun. Er ekki alveg í lagi? Svo réttir hann mér bara miða að segja hvað þetta er lítið. BSI. Ég var að koma. Og þetta er orðið alveg hreint helvíti þetta hérna litlaru. Alveg bara þvott á, sko. Þeir eru alveg, þú veist, þeir eru hver móti upp á hverju móti og hverju öðru. Þá ég held að sé fleiri uppsagnir en heldur en, Ég var 4,5 mánuð, þetta var eins og leið alveg svona. Svo ætlaði ég að biðja hérna dótið mitt.
Nei, þú bara kemur bara næst og sækir það. Þú veist, þú svör með það og svo helvítis fáiðum maður. Henni, já. Ég ætla að ná í biblíuna mína sem var þarna, því að símaskráinu dótið mér svona. Nei, það fyrst ekki maður. Ég að fara að sækja hérna 3 mánaðar staðfestingu á því að ég fá ekki að taka út... Fáið ekki? Já, að taka út í samfélagsþjónustu. 3 mánuði. Þú veist, sérðu þetta batterís drast þarna? Fá ekki? Sagði ekki hvað það. Það kom til að Eyvi vildi fara að láta þig lausa. Nei. Mín, gaman að sjá þig. Það var loks svona frjáls. Skildi það vera lengi? Ég veit það, ég er alltaf að passa þig. Það er djöfumur að þekka þessa. Það er bara hún svo elskulega að það er ekki hægt að eiga hana. Sæl Magnaði mín og gleðið sumar. Mig, er ég stjarna? Nei, síðan kunnar. Núna? Skálum þess að drottningu? Jú. Það komið fyrir hvað? Bara, hvort ég mig... Að vera til? Já, að vera til og mig að drekka glasi með þér. Ekki reka dungur upp með mig. Það bannaði að reyna að lífa þér. Mér þykir vænt til þér. Þetta er touch. Jæja. Þá þessi dagur að kvöldi kominn og haldaðu og með öskun, það er öskun í. Og öskun í eldinn. What's your problem, guy? Nú fyrir maður bara að taka lífið með ró. Þessina. Line is always busy. Alright, ljós. Það er alltaf að drepa okkur. Nei, það gera ekki annað með. Ég er smarja. Það er Jóna. Það er Jóna. Ein Jón á dag kemur skapun í lag. Hænist er opið svo. Ég verði í nótt. Já, þetta er alveg Jónsson. Ég er haukur hana. Hæ? Þú veist ekki hvernig það voru? En hann er ekkert væntur að hann við nóttina? Ég veit ekki meir, ég var bara sofnaði þegar hann fór. Já, heyrðu, allt til að ég hérna skal ég segja þér bara... Segjum að ég hafi farið niður á hérna farsót. Ok. Hæ, ekki skilið í Þingolstóti. Góða kvöldin. Góða kvöldin. Fullt í kvöld. Þannig er það að ég kom á rauninni morgun sko. Er ekki hægt að berga þessi nú? Og berga þess? Já, og góða nótt. Já, góða nótt. Ég fer til Steinar Dipla og hann sem vinnur á Bluesbandum. Steini vinnur á Dipla, það gaf þér kveðina. Þá getið þið komist heim og þá hérna, ég lofa því að ég verð ekki að reyna flæti ekki nótt. Ég skal hringja bara, já, fyrir svona 11, hálf 11 og þá verð ég búinn að segja hvað ég er. Take her care, oh my baby, boom, 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 baby. Hvort viltu, whatever. Viltu vera Róni Reykjavík með þetta nefnum að það slá mig? Ég er við heavy. Ég er skáðið. Don't laugh again. Lalli, komdu aðeins niður. Það byrja. Hættum, hvað er þetta þú? Hálaðu þú? Ég er skáðið. Ég ætla ekki að gera það í leiðin. Það er gott frulla.
Það er bara empty glasses. Ég er búinn að vera edrú núna í viku og bara að reyna að gera eitthvað í mínum málum og það hefur verið nú ganga bara mjög vel. Það sem maður hefur afrekað, það er að sem sagt reyna að koma sér í hús og enni á Þingvallastræti. Í þessu rúmi fengi ég að sofa. Og ég er nú að vona að bera árangur í tala við Helga Hjörvar. Ég veit að hann gerir eitthvað í mínum málum. Allavega að setja upp í viðtali eða hjálpa mér með að fara niður á skóli og tala bara við á þar. Að það ekki maður hringi þá. Segja honum að hann eigi rétt á þessum peningum, rétt á þessari aðstoð. Einn helvís tíkall í vasanum. Svo er ég bara niður í Þingvallastræti núna, þessi Sigrún hérna, Sigrún ráðgjafinn í Skógarhlíð eða Rauðsmjög. Komdu bara hérna. Heyrðu, hjá mér er staddur maður Lárus B. Svavarsson. Hvar varstu áður þú fórst inn? Áður ég fór inn, þá var ég bara, að bíða eftir því að ég sem sagt myndi fá hana dóm. Þá var ég líka inn í Gískiri og þá ætluðu þeir að redda húsnæði, gerði ekkert. Takk. Heyrðu, hún er í viðtali, þannig að ég næ ekki í hana núna. Ég er að fara á borgarráðsfund. Hann er búinn svona 3. Getur þú hitt mig aftur þá? Og þú fær tíma hjá henni kl. 1 á morgun og þá bara fer hún yfir... Já, yfir mitt mál. Og hvernig það lítur út. Já. Og ef þú varst í einhverjum vandræðum þá bara... Það er fyrir. Ekkert mál. Já, takk. Skrifa þetta niður. Steinu. Steinin í Skógarhlíð. Það talaði við hana. Og ég var að tala við Steininni og sem sagt spurði hann bara hvað á mann að lifa og maður sé með einnig drakandi á þessa. Svo bara hvað mann á að búa og hvernig hún getur leyst það. Það fekk þetta lán hjá þeim. 34.000 og borga á 12 mánuðum. Þetta að sitja hérna í portinu og reykja og rífa kjaft. Hún ætlar að fara og tala við hana á Suðurlandsbraut. Ef hún ekki lagt það inn á bók þá má hún bara fokka. Það er alveg saman hverju við lofa, þeir svíkja. Þeir fá ekkert að svíkja sem er gefið loforð. Við þurfum að tína þurrastubba í dag. Það er aðmest að maður þarf að tína upp á götunni og við erum íslensku ríkisborgar í dag. Við þurfum að labba eftir götuna á 10 stubba. Vegna þess að við fáum ekki aðstoð frá
frá neinum. Ég eins og ég sagði hérna með keisara í gær, þá sagði ég það að maður tók hérna símanu og sagði ég fæ þetta ekki fyrir 1. des. Ef ég ætla að hafa þetta svona, þá getur þú sagt henni Steinunni Bragadóttur að ég ætla þá bara að stela mig fyrir mat, en ég verða þá að stela í hennar nafni. Þið vilja bara hafa okkur á götunni? Þið vilja hafa okkur á götunni, já. Vilja, já. Ég er búinn að segja henni það þarna. Þá er alveg sko, getur hún farið að fá sér aðra vinnu. Við munum ekkert það að fara með þessa myndir upp í félagsmálaráðuneytið niður í Tryggvagötu og leyfa að sjá hvað þið vilja þar. Þá spurt, já, hvað er nú? Það er varðandi þarna 10. nóvember. Það er komið nokkur dagar síðan en ég er ekki búinn að fá nema 26.000. Ha? Ég hringdi inn í gær. Ég ætlaði að spyrja sambandi við hérna hvort það hefði verið lagt inn á þessa bók. Í dag? Já, hún ætlaði að það átt að ske í dag. Það er ekki búið að borga út í dag? Er ekki búið, nei. En það er hvort að, hvað... Þú verður bara að tala við henni í skógarlíð. Við sjáum ekki tölvunni, við höfum ekki aðgang að þínum gögnum tölvunni fyrir það að búið að senda hinga uppbyttis. Þannig að varðandi einhverjur upplýsingar um þetta, hún Helga María, hún er ekki við. Já. Þá verður að tala við henni í skógarlíð. Já, þá er talað við hann, en já, ég ætla að gera það. Þá, þakkaði fyrir mig. Þetta er afgreiðsla hérna, Gundi hafði hábæðan gamla, sko. Og málið sé það að ég eigi bara að vera í skóli, því þetta er það allt besta, sko. En það er bara ekkert varðið þessar stubbar, ekki eins og þetta reykja. Allt í unni, ég fæ bara 26 og svo... Það er á fundi, ég var að segja það. Ég sagði fá... Þeir eru bara einhver aðskotarhlutur sem þeir þurfa aðeins að akra, síðan fara þeir heim. Þá er allt alveg bara nice life hjá þeim, nice life hjá þeim. Ég er ekki að búa þá stefnu að koma mér austur aftur. Það er ég sem er að byggja mig upp og er jákvæður í þeirri hugsun, en þeir neikvæðir. Fokkar. Ég kom 10. Já. Það er alltaf einn létt á vikudegi. Það er alltaf að meðan maður á tóbak. Það er búið að á! Já, það er ekki að brenna það og það reykja þetta. Jú, gjáðu það smú. Reykjavíkur. Reyna að bæta hann á mann einhverju helviti sitt. Bíddu. Ég er aðfætt að toppa hérna. Ég getur gert þá eftir það. Ok. Þess að sparka þessari hurð upp, maður. Sparka henni bara upp. Þetta ekki með leikil, passar hann ekki? Ég skal sparka þessu upp í og fara frá. Með mest að glæpa menn bæjarins og komast inn í húsið. Er ég með eftir maður? Er ekki allt í lagi með okkur? Nei, ég er með það. Þetta er ekki með greiðum eins. Varst þú átt að klippa þig? Klippt þær til stuttrækarnir.
alltaf stemminguna? Málið eru þingfest og þá átt þú að segja hvort að þú viðurkennir þessi brot sem þú ákærður fyrir. Og ef þú viðurkennir fyrir brotin þá er málið afgreitt núna. Málið sambandi við þessar peninga sem ég tekið hérna, eða sem átti að tekið af mér hérna á Snorrabrautinni og rifið upp glugga. Það mál var aldrei kært. Mótmælir þátt í. Já, þakka þér fyrir. Jólakost, ég fæ reglulega jólakort. Þakka þér fyrir. Það fara alltaf eitt árið. Ég var að tala við Jón Sigurðsson og hann var að tala við kom hérna daginn, skal ég segja meðferðarhópur á vegum Fangelsismálastofnun Reykjavíkurborgar. Mesta vínsig ég náð það er þegar við rendum vínverslunum upp á Skaga. Földum svo víni upp í kartöflugarðinum í Mosveit. Það var mesta vínrán sem ég hef fram. 30 kassar af víni og 4 mill og 300.000 peningum. Vínið, það var, skal ég segja, meira og minna selt á Reykjavíkursvæðinu til þess að svala þorsta landsmanna. Af því það var vínkreppa þegar verkfallið var og við reddum eiginlega fólkinu í landinu þennan góða greiða að gefa því að drekka. Ég hef búinn að vera hérna í 2 mánuði og ég var hérna fyrst í 5 vikur og svo tók ég út mánaðardóm sem ég fyrst ég fengi að taka út hérna sko. Fyrsti maðurinn sem fæði að taka út í meðferð og þeir komu hérna Fangelsismálastofnun og það var skrifað undir það og þetta er búið að vera fínt hérna. Það er mánuð sem ég er búinn að vera hér. Hlaðgerðarkoti. Og getur haft bara hæli hérna í baksín sko. Það var einn maður sem eitraði fyrir mér. Ég var að bjóða þessi spýt. Það var ég og einn annars, 2 aðrir sem lenti í valnum. Og svona er bara þessi heimur. Það var eitrað fyrir mér í húsi. Ég misti meðvitund og fluttur í sjúkrabíl og skal ég segja að sólarhring meðvitundlaus. Eitrið var mikið en ég var alltaf að fara í meðferð. Nei, ég fæ ekkert út af þetta. Þetta verður bara... Ég var á Landspítalanum í 3 daga og við fengið hérna hóst út frá því út af þessu rotteitri sem við með að byrla og sem er bara ekki hann má þakka það hefur verið maður ekki verið bært á auður. Nú er ég að fara að byrja nýtt líf og fara að reyna að gera eitthvað í mínum málum eftir ég fer hérna og Laugarteg. Þá fer ég að byrja alveg á nýju tímabili. Maður bara tekur 1 dag fyrir einu. Það er alveg nóg. Maður er ekkert að æða út í stórplön og láta allt hrynja. Ég er búinn með dóminn og ég á ekkert á mér neitt sökótt, neitt við Fangelsismálastofnun eða neitt þess að kalla.
Þetta sé mjög slæmt þegar menn skulu loka keisarann. Þeir menn sem eru þar koma á keisarann að þeir hérna skal ég segja hérna eiga nú hvergi athvarfið til þess að koma á og sko, þetta er besta fólk. Ég var að koma að nú Hlaðgerðargötu núna og hérna ég kom með dóti en þú varst nú ekki við. Mér líst mjög vel á þetta hús hérna. Mjög fallegt og já, hann er svona að gera mynd mig, sko. Og hérna, það er ekkert hérna inni, sko. Nei, það er ekkert mynda hérna inni. Þetta er bara mjög flott. Í hvað þetta hafa þetta betra? Þú gefur mig æruleysi til þess að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt. Kjart til þess að breyta því sem ég get breytt og vill þarftu að greina það á milli. Jú, ég kann þetta alveg. Það er víst að koma helgi hérna á. Maður þarf ekkert að gera neitt fyrir mánudag. Ef það að spyrja hvað maður að gera helgina, já, maður fer kannski bara í bíó eftir vinkonum sinna. En ekki á aðföld. Ég er ekki alki. Löppin alveg með hana, hún er að byrja maður. Já, það er ekki hérna, það er ekki smáeins. Og það er eins og maður segir, sko, og segir alltaf að maður verður víst að hafa eitthvað fyrir í lífinu. Það þýðir ekkert að sitja neitt í stól og vera að barma sér. Nei, ég kann það ekki. Það er ekkert úr. Ég tók það í pant fyrir 5.000 skall. Ég er búinn að vera ógæðu. Ég er búinn að ganga í alveg gegnum alveg rosalega ógæðu. Það er mér að kenna þér. Góði. Ég er ekki hræddur við einn einasta mann, nema sjálfa mig. Ég veit ekki hver ég er. Ég á mína trú og hérna, ég er ekki frelsaður og ég er ekki að búa til trú eitt eða neitt. Ég býði hann uppi og ég skýrði það til miðlum og mér finnst að ég á marga fylgjur góða sem eru verndarenglar mín. Ég byrjaði að drekka þegar ég var 18 og ég byrjaði að reykja þegar ég reykti fyrst njóla. Það er ekki vandamálið mitt, ég er vandamálið. Ég er fyrir fólki, sko. Fólk er ekkert að segja, ég er vinur þig, ég vænti þig. Þetta eru hýenur og blóðsugur. Ég skal aldrei gefa, sko. Never. Ég var alltaf að fleygja verið hingað og þangað og ég var alltaf að leika mér. Ég var að leika mér það sem voru hætturnar. Sprengjur, Öskjuhlíðin, Mosssveitin, sendu þangað, sendu hingað. Ég var aldrei spurður eitt eða neitt. Svo þegar móðir minn dó, þá misti ég besta vininn minn. Það mun alltaf vera fyrsta svarið á mér. Ef ég deyja þá er það alveg pottþétt. Það er enginn sem syrgir mig, enginn. En ég mun ekki kveðjast, ekki fyrir 5. Þetta er leiðina hérna. Hérna var á jörðuð. 92 í febrúar. Átti að setja legsteinna á leiðina en hún er alltaf verið að svíkja hana. Lítið eikakross sem segir að hún sé þarna, ekkert annað.
Öll önnur leið eru merkt en ekki hennar. Já. Við munum fá fallega legsti. Fólk getur komið. Við höfum komið hérna fyrir 3 árum. Á Hafnarkrái hérna. Nú er þetta bara orðið allt í klámbúlum. Klám frá A til Ö. Hérna, hvað er þetta? 3 ár síðan. Þetta er mikið breytt á 3 árum. Keisarinn er líður undir lok og komin í annan stað og... Þar er hann. Hann er komin í Kaffi Austræti núna. Ég er hættur að drekka og hérna, ég þarf ekkert að grípa til flöskunar seinna. Ég er með alltaf önnur plön í huga heldur en að vera við flöskun í hendinni. Þetta er nú mútið gott, maður fær mat hérna á hverjum degi og morgunmat, hádegismat og síðdegiskaffi og svo mat klukkan 6. Já. Kaffi klukkan 2? Hæ? Kaffi klukkan 2? Er kaffi klukkan 2? Sem er meðlæti og með? Já. Misti ég því? Ekki þá á bjarnilegum tíma. Það var þannig að ég var staddur í húsi. Þá var það maður sem hérna fannst hann eiga eitthvað með grátt að gjalda á og ég var nýbúinn að fá með malt og hann tók maltflöskuna og lét hann vaða í hendina á mér. Það tæpi það mál fyrir. Hvað ætlar að krefja skaðabóta? Já. Er eitthvað að? 1,5 milljón. Já, hún er sundu hendina á mér og ég er með hæstættarlögmann í þessu sem ætlaði að hjálpa mér að taka þetta mál í gegn. Ég gæti ekkert farið að vinna þetta verti út af þessu. Já, tók til boða að fara á bát, fór í sundur 2 sínar. Þessar 2 og ég get ekki lyft puttanum upp. Það lyftist þetta litli putti fyrst. Ég get ekki lyft þessum 2 upp. Eftir þetta tekur við bara blákaldur veruleikinn, lífið. Nei, þá komum við hérna. Sjá þetta festur sig við. Já, ég ætlaði að spyrja það sem ég er í gistiskyði, sko. Já. Ég ætlaði að spyrja hvort það væri þetta, ég fyndi einhverja aðstoðsamband um mat eða... Vitið um eitthvað svoleiðis? Já. Við höfum möguleika á að útvega svolítinn mat í gegnum hjálparstarf kirkjunnar. Já.
Ég hef verið svona, verið að leita mér á húsnæði og það hefur gengið svolítið erfiðlega, sko. Fjölskylda mín er svona, hún er nú týnd. Færðu öryrkjabætur? Ég fæ öryrkjabætur og það hefur alltaf verið svona rólandi frá 40 og 45, sko. Og ég á tvö börn í Ólafsvík og hérna eitt barn í Reykjavík. Þannig að svona, svo á maður svona einn og einn vin sem hefur svona búið manni í mat, sko. Svo hef ég verið hann í Þingolstræti og það er ekkert mikið þar að móða, sko. Maður er þar og það er hiti og... Já. Heyrðu, ég þarf þá að skrifa smá. Núna ertu sem sagt í þessum vanda að ná ekki alveg endum saman. Já. Hvað er... Kærlega fyrir hún. Það gangi vel hjá þér. Já, takk. Ég þakka þér rosa vel fyrir viðtalið. Má ég fá eina mynd af ykkur saman þar sem þið haldið plagginu á milli ykkar? Haldið á skjalinu á milli ykkar? Það gerði inn á skrifstofunni eða? Já. Góð gluggi hérna. Það er bara svona? Já. Þetta er bara svona handaband. Og maður sé þetta. Segðu mér hérna, hvernig er svona að vera krimmi á Íslandi í dag? Það eru margir sem sitja út í snjónum með sárt ennið og þurfa náttúrulega að vera að stela eða svíkja, sko, því þjóðfélagið býður upp á það. En hérna, hverju myndir þú svona breyta ef þú gæti lifað lífið í náttúru? Hverju myndi ég breyta? Ég myndi vilja fá mér svona litla kósí íbúð og hafa börn og konu hjá mér, sko. Veitu hvað? Hvað er í gangi? Ef maður skoða þetta gamla hús sem vinur minn var hérna. Ertu svona tilbúin að feysa fræðina þegar að Þorfinnur sýnir myndina? Já, ég er alveg tilbúin að það í flottu fötum og flottur eins og ég hef alltaf verið flottur bara. En hérna, hver er uppáhalds kvikmyndaleikari þinn? Það er hann James Dean. James Dean? Já. Hvernig kemur þú? Ætli ég kom ekki svona bara í vertíð að loka? Góða ferðunur, hafa það gott. Hvað er verið? Þetta sé að heilt. Sé að heilt. Góðan daginn. Góðan daginn. Þetta er aðra leiðin til Ólafsvíkur. Ég mætti Ólafsvíkur. Hvað gera? Ég langar að sjá börnin mín og þá fer ég á sjóinn sem sagt eftir páska. Þessi grein birtist að faðirinn sagði reynslu sína, þá hringdi sonurinn úr Ólafsvík inn á gistiskýlið þar sem utangarðsmennirnir búa. Þá sagði hann: pabbi, ég elska þig aldrei eins meira vegna þess að ég fekk aldrei að vita sannleikann faðir minn. Þessa mynd fær hann einhvern tímann að sjá þar sem faðir hans segir frá sannleika en ekki hvítri lygi.
stærra en sig, veistu hvað? Ég hef aldrei kynnst manni á ævinni. Ok, nú ætla ég að ljósta þér smá leyndarmál, hvort sem settur það í útsendingu eða hvað, mér er alveg sama, en það veit að bara hálfu allir. Ég var 4 börn með 3 mönnum og 3 af þeim eru morðingjar. Já, ég... Fólk dæmi fólk. Já, fyrir utan það. Það dæmi mann alveg niður í... En þú ert ekki það samt dæmdur. Nei, Lalli. Þú ert bara Lalli. Ha? Segðu hvað þú ert búinn að sitja lengi? Ég er búinn að sitja inn í hvað, 16 ár? Ég var manni að bana þegar ég var hvað 18 ára gamall. Og satt inn í og svo kveikti ég í Litla-Hrauni. Já, ég var grunnaður það, var náttúrulega aldrei sekur. Gerðu það við? Nei, já, ég var saklaus. Ég var maðurinn hennar fyrrverandi. Kristmundur. Og þú varst nú verið maðurinn minn þá? Þegar við strukum í Litla-Hrauni, við strukum 5. Og Lalli var að byrjaði svo að Lalli var að spila póker og Garðar, litli Garðars, hann byrjaði að stúta rúðunni hjá Lalla í klefunum. Já, og Lalli greif hann og tilneyti til að taka þátt í flóttunum því að rúðan hjá honum var brotin. Og hann var að sofa hvað í 2 sólarhringa í nístinskulda og svo liða 2 dagar. Við finnum lykil, Bjarni Bakkus rætti á honum, lykil nr. 24 og skrúfum rimlan af og förum út. Það var mjög kalt þarna þessa nótt. Fyrst brutust inn hjá í Steypuskólann til að reyna að fá síma til að hringja upp Bubba Blöðru því ekkert annað væri að hafa. Og það tókst ekki, svo að við löpum í áttina Stokkseyri. Fyrst fór ég og Garðar. Brautu sinni 2 fyrirtæki sem aldrei komst upp og mun aldrei komast upp. Og svo fer Jonni og stelur bíl. Það var Lada Sport. Og ég var að keyra í bæinn svo kalt að Lalli satt frammi og alltaf að skafa gluggunum því hann sást ekki út. Og við lendum í löggunni. Þá byrjaði eltingarleikurinn og hann af löggunni sko. Og við endum í Víðidal, hesthúsunum. Og náttúrulega króar þar af í snjó og byrjum að hlaupa. Og við vorum teknir, ég og Lalli. Og við vorum barðir alveg henglað með kylfum og inn í löggubíl. Já, ég er að segja það. Við vorum barðir með kylfum alveg handjárnær, kaffærðir, snjó og barðir. Ég og Lárus. Því að hann var á hinum endanum. Lalli minn! Ég var að segja frá strókinu þegar við vorum 2 einir teknir. Þú voru ekki barðir með kylfum. Já, og barðir og við stóðum djúpsoknir í Ellanum, í Víðidal. Náluna, dæluna og skeiðina bara. Þú að reyna á þig hana, átt að reyna á þig. Átt að kyrka sjálfa hana. Átt að kyrka sjálfa. Kyrka sjálfa. Þetta er bara 0-1 sem ég fekk. Ég skal gefa þér í bjórglas ef þú vilt. Ég skal ná þig í spýttir upp. Hendur skeiðin. Ég var að segja að vinn minn skuldaði mér. Hann borgaði mér dæki, heldur ég sé ykkur. Kona í Reykjavík kom að innbrotsþjófi í íbúð sinni í gærkvöld. Þjófurinn var búinn að pakka saman tölvum og heimilistækjum, bókum og fötum í 2 íbúðum í húsinu þegar hann var gripinn glóðvolgur. Það má með sanni segja að undarlegur innbrotsþjófur sem var á ferð í Vesturbænum í gær hafi verið gripinn í bólinu. Ekki þó í sínu bóli. Hann hafði skriðið inn glugga á tvílyftu timburhúsi í Vesturbænum og dundað þar við iðju sína tímunum saman án þess að eftir væri tekið. Tekur smá tíma. Þjófurinn sem er á 50-aldri hafði pakkað saman tölvum og heimilistækjum, fatnaði bókum og ýmsu öðru smálegu á mjög nákvæman og snyrtilegan hátt og stillt því upp á miðju gólfi og beið þess að verða sóttur, væntanlega af félaga sínum. Meðan hann beið hafði hann sett skrautlegan hatt á höfuðið, hallað sér í rúm og gluggað í 2 ljóðabækur. Hvort sem það var vegna þess að félaginn var seitt fyrir eða ljóðin áttu hug mannsins allan, var maðurinn enn ófarinn þegar húsráðandi kom heim, sá að rúða hafði verið brotin og kallaði til lögreglu.
Þegar lögreglan kom á staðinn lá maðurinn enn á rúminu niðursokkin í lestur á ljóðum Steins Steinars. Þegar farið var að athuga málið hafði einnig verið brotist inn á neðri hæðinni og öllu pakkað saman þar jafn snyrtilega og beið búslóðin flutnings í herbergi undir stiganum. Lögreglan fjarlægði manninn og hann þurfti að láta ljóð Steins Steinars af hendi en með semingi. Eins og segir í ljóði meistarans, í draumi sérhvers manns fallans falið. Hvað er það núna? Ég á Litla-Hrauni. Sko, það var brotin rúðan í kaffeausturði. Ég var nú ekki þar nálægt, þegar ég teka fram. En það sá skófar. Mínir skór voru teknar. Ég var þarna á svæðinu kaffeausturði. Svo þegar ég ætla að fara út á hverfissteininum, þá var bara komið blað það að ég hef lent í hverfissteininum og ég skulle hefja úttekt á plánum. En akkur var skófarið eftir því þarna? Það reyndist ekkert eftir mig. Þá reyndist það vera eftir mikið yngri mann, sko. Og upplýstist alveg hver það var sem löggan tók svo daginn eftir bara. Og þá fundist hjá honum sígarettur úr þessu ráni eða hvað það var. Síðan var það bara að ég var ekki beðinn afsökunar á þessu, heldur bara sagt að ég væri komin í úttekt. Þótt svo þeir hafi gert mistök. Mér hefur verið svo óréttlátt að það var engu lagi líkt. Þetta er hana.